Grafísk lausn á jöfnuhneppi er þegar við teiknum upp jöfnuhneppið. Jöfnuhneppið er í fyrsta lagi tvær jöfnur með tveimur óþekktum stærðum og til þess að geta teiknað upp þá þurfum við að umskrifa jöfnurnar þannig að þær séu á forminu y er jafntog. Þannig að við skulum gefa okkur hérna tvær jöfnur y x plus 1 annars vegar og y er jafntog 3x mínus 2. Þegar við teiknum jöfnur upp í hnitakerfi þá er í grunninn tvær leiðir, þetta er x-ás og þetta er y-ás. Við þurfum að merkja einhvers konar kvarða á þetta, það er náttúrulega best að gera þetta á rúðustrikaðan pappír. En við annað hvort notum við gildistöflu, það er að segja reiknum inn nokkur gildi fyrir x og sjáum þá hvaða y-gildi við fáum, eða nýtum okkur það að við eigum að kunna að þessi tala hér er hallatalan og þetta er skurðpunkturinn við y-ás. Þannig að þegar ég teikna þessa jöfnu þá finn ég, og ætla ég að skipta um lit, skurðpunkturinn y-ás er plus 1, það þýðir ég veit að jafnan fer í gegnum þennan punkt. Og svo er bara x hérna, það þýðir 1x, þannig að ef ég fer 1 til hægri þá fer ég 1 upp. 1 til hægri, 1 upp. Þannig að þessi lína lítur einhvern veginn svona út. 3x mínus 2, mínus 2 þýðir að ég fer í gegnum y-ásinn hér og þegar ég fer 1 til hægri þá fer ég 1, 2, 3 upp. 1 til hægri, 1, aðeins að vanda mig hérna, 1 til hægri, 1, 2, 3 upp. Þannig að þessi lína er svona. Þannig að lausnin á jöfnuhneppinu er það bil hér. Þannig að við fáum að y-ið er cirka 2 og 1/3 og x-ið er það bil 1 og 1/3. Þetta er reyndar námundu gildi hjá mér, það er erfitt að lesa þetta algjörlega nákvæmlega, þetta gæti meira að segja verið nærði að vera hérna 1 og 1/4 meira að segja. Grafísk lausn á jöfnuhneppi er aldrei nákvæmur útreikningur, þetta er svona að sjá þetta sirka bát. Og eftir því sem við teiknum grafið stærra, vöndum okkur meira og notum reglustiku, þá fáum við nákvæmari lestur á þessu. En þessi gildi gefa okkur það að jöfnurnar ganga í raun upp saman.